Gleðilega hátíð. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessar guðþjónustu í Sauðlauksdal á jóladegi. Við erum svo heppin að í þessu COVID-ástandi þá getum við haft svona leynimessu. Því að samfélagið hér er fámennt og allir geta mætt í kirkju án þess að við brjótum samkomu takmarkanir. Og einmitt vegna þessara takmarkana erum við sjálf kórinn og ég með tónlistina í tölvunni. Þessi guðþjónusta er tekin upp og verður send síðar út í dag, en ég vona að þessi stund megi gefa öllum þeim sem að hlusta og horfa gleði og frið í hjarta. Og ég er með jólakveðju til ykkar allra frá Marínó og fjölskyldu í Efri Tungu. En við skulum byrja á því að signa okkur. Við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjálp vor kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þín orði. Drottinn, heyr þú lóðgjör mín og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð yðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænir það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Og nú ætla ég að bjóða ykkur upp á einsöng. Þetta lag heitir Friður jól og undirleikarinn sem spilar undir allt hjá okkur er Helga Þórdís Guðmundsdóttir og það er dóttir hennar Birgitta sem syngur þetta lag, en þessi bæði lag og texti er eftir Helgu Þórdísi.
Við skulum biðja. Almáttigi eilífi Guð og Faðir, þú sem með fæðingu þíns elskaða sonar gafst heiminum lífið, sem ljós mannanna. Veittu okkur náð til þess að taka við honum í hjörtum okkar og verða börn í honum, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Fyrri ritningalesturinn úr Jesaja og hljóðar þannig. Gangið út, já gangið út hliðin, greiðið götu þjóðarinnar, leggið braut, ryðjið grjótinu burt, reisið merki fyrir þjóðirnar og sjá, Drottinn hefur kunngjört allt til endimarka jarðar. Segið dótturinni Síón, sjá hjálpræði þitt kemur, sjá sigurlaun hans fylgja honum og fengur hans fer fyrir honum. Þeir verða nefndir heilagur lýður, hinir endurleystu Drottins, og þú kölluð hinn eftirsótta, borgin sem aldrei verður yfirgefin. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og síðari ritningalesturinn úr Títusarbréfi og hljóðar þannig. En gæska Guðs frelsara vors birtist og elska hans til mannanna, þá frelsaði hann okkur, ekki vegna réttlætisverkana sem við höfum unnið, heldur frelsaði hann okkur af miskunn sinni. Það gerði hann í þeirri laug endurfæðingar og endurnýjunar heilags anda, sem hann lét ríkulega yfir okkur streyma, sakir Jesú Krist, frelsara vors. Þannig erum við réttlætt fyrir náð hans og urðum í voninni erfingjar eilífs lífs. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guðspjallið skrifar, Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Guði sé lof og dýr fyrir sinn gleðilegan boðskap. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði og allt var til fyrir hann. Án hans varð ekki til neitt sem til. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu, myrkrið tók ekki við því. Maður kom fram sendur af Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið, hann kom til þess að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem að upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til þess að verða Guðs börn, þeim sem að trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt, né af vilja manns, heldur eru þau af Guði fædd. Og orðið var hold, hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans. Dýrð sem að sonurinn eini á frá föðurnum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og við skulum standa áfram og játa trúna. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vor, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey,
píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Og þá ætlum við að syngja sálm númer 80 sem Bjartur yfir Betlehem. Við skulum biðja. Guð sem ert ljós í myrkri, þetta er dagurinn sem þú hefur gjört, dagur hinnar miklu gleði. Þú kemur á móti okkur þegar við þreifum okkur áfram í myrkrinu og leiðir okkur til Jesú Krist sem er fagnaðarboði þessa heims og ljós huggunar fyrir augum okkar að eilífu. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði vorum og drottni Jesú Kristi. Já, Guð býður okkur son sinn sem leiðarljós okkar í myrkri heimsins. Aldrei verðum við þess eins vör hvað ljósið er mikilvægt og þegar það vantar. Við erum háð því og ef við missum ljósið neyðumst við oft til að fresta því sem við ætlum að gera. Þessar myndlíkingar ljós og myrkus eru tákmyndir sem allir á hvaða menningarskeiði sem hafa skilið. Jesús er ljós heimsins og jólin er að hátíð ljós og friðar. Ritningatextinn sagði að Guð hefði vegna gæsku sinnar frelsa okkur frá þessu myrkri. Og það er tekið fram að við frelsumst ekki vegna verka okkar, heldur vegna kærleika Guðs til okkar. Kærleikur Guðs, gæska hans og elska til mannanna, sköpunar sinnar, er skilyrðislaus. Hann elskar okkur eins og við erum, eins og hann sér óflekkaða sál okkar. Hann elskar okkur hvað sem við höfum aðhafst
eða hvernig sem okkur hefur orðið á. Guð er alltaf sá hinn sami og býður alla velkomna í faðm sinn og í ríki sitt. Það eiga allir þetta boð inngöngu í ljósið, því Guð vill eiga okkur öll. Hann elskar syndarann þó hann hati syndina. Jesaja spámaður sagði, gangið út, já gangið út hliðið, greiðið götu þjóðarinnar, leggið braut, reiðið grjótinu burt og reisið merki fyrir þjóðirnar. Þarna erum við búin að fá boðskortið til Guðs ríkis. En til þess að þiggja boðið þá þurfum við að ryðja burt grjótinu, þessum veraldlegu hindrunum. Drottinn segir, gangið út, komið til mín, trúið á mig, setið merki mitt á hjörtu ykkar. Og þannig, það er að segja með merkið á hjartanum, sendum við Guði svar við boðinu og við verðum heilagur endurlistur líður hans. Aðeins trúin á Jesú getur opnað dyrnar á ríki Guðs. En nú er hátíð ljóss og friðar og við reynum hvert á sinn hátt að njóta þessara helgidaga. Árið sem er að líða hefur verið mörgum ótrúlega erfitt. Og það er ekki nóg að allir landsmenn hafi þurft að kljást við þessa veiru, heldur hafa heilu bæjarfélögin þurft að berjast við áföll af náttúrulegum toga, bæði snjóflóð og aurskriður. Við þessar aðstæður er erfitt að finna huggunarorð sem að virkilega lyfta sálinni og gefa von betri tíma. En það er merkilegt hvað það er hægt að lesa þessa sömu ritningateksta inn í margvíslegar aðstæður, því að sami texti og ég las áðan, greiði götu, leggið braut, ryðjið grjótinu burt, reisið merki. Þessi texti getur talað inn í líf margra. Þegar áföll dynja yfir er eins og fólki sé gefinn aukinn kraftur. Það fær ólýsanlega styrk og það sýnir aðdánavert æðruleysi. Það greiðir götu sína og það ryður burt hindrunum leið og það vinnur úr áfallinu. Og það er einmitt þannig sem Guð vinnur í lífum okkar. Hann er alltaf með okkur og það er hann sem gefur okkur styrkinn til að takast á við lífið sjálft. Guðspjallið sagði, hið sanna ljós kom í heiminn. Ljós og myrkur, eins og ég sagði áðan, svart og hvítt, eru andstæður sem við notum gjarnan þegar við berum saman eitthvað gjörólíkt ástand eða hluti. Jesús er hið sanna ljós, það skínar sem sagt önnur ljós, en þau er ekki sönn. Og eftir maður þau getur maður gengið í áttina af myrkrinu. Hið sanna ljós á að upplýsa heiminn, upplýsa hvern mann Guð og hvernig Jesús frelsar okkur. En í dag er heimurinn í myrkri á táknrænan hátt. Kristin trú er í miklum minnihluta, rétt eins og þegar Guðspjallið var skrifað og á tímum Móse. Jóhannesar Guðspjall lýsir þessu mjög vel. Hið sanna ljós kom í heiminn. Guð sendi son sinn í heiminn, svo hann geti lýst okkur réttu leiðina til hans. Svo að hver sem á hann trúir, glatist ekki heldur hafa eilíft líf. Í hnotskurn er boðskapur jólanna og fagnaðarerindið í heild. Það að barnið Jesús fæddist og fyrir trúna á hann verðum við öll börn Guðs. Hann er leiðarljósið okkar til Guðs ríkis. Og með þessari bæn skulum við þakka Guði fyrir kærleika hans til okkar. Drottinn Guð, skapar okkar og lausnari, þakka þér fyrir að þú gafst okkur son þinn Jesú Krist og að fyrir trúna á hann verðum við börnin þín. Við biðjum þig að leiða okkur á lífsgöngu okkar, víkja ekki frá okkur og að við megum tigna þig og tilbiðja að eilífu.
Amen. Takið postulegri kveðju. Náðin Drottins vors Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen. Við skulum biðja. Við þökkum þér miskunnsami Faðir fyrir þessa fagnaðaríku hátíð. Við gleðjumst yfir fæðingu frelsara okkar. Halt okkur fast við hans og við fyrir trúna á hann öðlumst hann frið sem enginn megnar að taka frá okkur. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Himneski Faðir, þú hefur gefið okkur athvarf við kirkju þinni á jörðu. Við biðjum þig að varðveita okkur og styrkja í sannri trú, svo að við í orði og verki vegsum þitt heilaga nafn. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottinn minn og Guð, þakka þér fyrir allar þær blessanir sem hafa umvafið okkur á þessum óvenjulegu og erfiðu tímum. Þakka þér fyrir að leiða okkur í gegnum þennan heimsfaraldur og við biðjum þig að styrkja þá sem að upplifa einmanaleika, syrgja ástvini eða eiga við erfiðleika að stríða. Leiddu okkur, vektu von í hjörtum okkar og hvern mann til trúar á þig. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Við felum þér líf okkar og starf á öllum stundum, þökkum að náð þín ný á hverju degi og blessanir þínar umvefja okkur í hinu daglega amstri. Þökkum fyrir huggunarorð þín og lofar þitt að vera alltaf með okkur. Við minnumst þeirra sem sofnaðir eru, þeir hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi þeim. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Drottinn, við þakkum þér fyrir að senda okkur einkason þinn Jesú Krist, þitt lifandi orð, og gerðir hann að frelsara og endurlausnara fyrir alla menn á jörðu. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Og allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem að Drottinn kenndi okkur og við segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum Drottni og vegsömum hann. Drottni sé vegsemd og þakkar gjörð. Meðtakið drottinlega blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir